Komið sæl og blessuð og verið hjartanlega velkomin í Borgó í beinni. Í kvöldi ætlum við að lesa hér leikritið Belgíska Kongó eftir Braga Ólafsson og eftir sem áður þá verður þetta aðgengilegt inn á vísi.is og YouTube-rás Borgarleikhússins þegar lestri lokið. Nú, hér komin upphaflegi leikhópurinn að mér undanskildum sem leik þetta á verk á sínum tíma. Stefán Jónsson leikstýrði og ætlar að vera með okkur hér í kvöld og lesa leiklýsingar. Stebbi, þetta var frumsýnt hvenær? 2004 Já. Og sýnt í alveg 3 leikár. Já, svona, þetta var svona sýnt í lotum, sko. Já. En það var alltaf fyrir fullu húsi og það þótti alltaf tilefni til þess að taka þetta upp aftur ef það gafst tækifæri til. Og þetta var sem sagt þennan vetur, ég var nú hér fastráðinn leikstjóri hérna í 2 leikár og var alveg með nýja sviðið þá og þetta var sem sagt, þetta verk var þriðja af, síðasta af 3 svona stuttum íslenskum nýjum verkum. Já. Og hin voru Sekt kennd eftir Þorvald Þorsteinsson og Draugalest eftir Jón Atla Jónasson og þetta kom síðast. Og þetta var sem sagt svona mikill smellur, sko, og náttúrulega var unun að vinna þetta með þessum frábæru leikurum sem eru hérna, original cast. Og við hlógum mikið og dátt og áttum erfitt með okkur hérna á þessu æfingatímabili. Ástæða þess að ég valdi Eggert í þetta, það var nú svona, þótti nú ekkert sjálfsagt, sko, og kannski Ég hef aldrei fengið útskýringu á því. Einhverja eldri leikonu sem kannski... Ég má til með fyrst að segja þetta á general, eða hvort það var síðasta rennsli fyrir áður en áhorfendur komu. Í miðju rennslinu stoppaði Eggert bara í miðju kafi og sneri sér út í sal að þér og sagði af hverju fékkstu mig í þetta hlutur? Já, það er bara einfalt, sko. Ég er náttúrulega, það er náttúrulega mikil kona í honum Eggerti og Já, geislar á honum kvenleg orka eins og allir sjá. Það voru svo sem alveg eldri leikonur sem höfðu átt að tilkalla í þetta hlutverk. Já. En 89 ára gömul kona en Eggert, ég held að hafi verið nú bara með allt á hreinu, sko. Sem að lifði í mér. Já. Eftir ég sá hann slá þar rækilega í gegn með búktali og göldrum inn og allt það. Það var svona kannski kveikjan, þannig að þegar ég fekk þetta verk í hendur og las það þá einhvern veginn kom hann til mín bara strax, sko. Já. Og það reyndist vera bara mjög gott innsæi því að hann náttúrulega sló í gegn í þessu hlutverki og ég held að hann hafi fengið grímuna fyrir þetta með þessi að kallinn. Já, einmitt. En er hann okkar elsta og færasta leikona? Já, hann er það. Allan í þessum hópi? Já. En þetta var allavega yndislegt ævintýri og náttúrulega fyrst skipti sem ég vann með Braga sem ég þekkti frá fornu fari. Síðan náttúrulega urðu fleiri verk eftir hann. Hæginu ungarnir í Þjóðleikhúsinu og Maður að mínu skapi líka. Algjörlega. Þannig að þetta var, hann er einn af okkar bestu mönnum. Já, hann er algjörlega frábær. Ef við kannski bara vinda okkur í þetta, þú kannski lest og kynni fyrir okkur persónu og leikendum. Já. Þetta náttúrulega gerist á Elliheimili og það sem í herbyggi Rósalindar og það ræður hún ríkjum og má segja kannski að svona þess að fólk kannski svona átti sig á því að þarna ríkja einhverju lögmál sem eru ofar okkar skilningi, má segja. Þetta er svona nokkuð svona tímahylki eins og oft eru á Elliheimilum. Það er einhver tími sem að ríkir sem er einhvern veginn algjörlega úr tengslum við þann tíma sem að ríkir fyrir utan og sérstaklega inn í þessu herbyggi þar sem að Rósalind býr og hún fokkar algjörlega í gestum og gangandi sem að koma inn í þetta tímahylki hennar. En þá skulum við bara byrja. Les ég hér bara allt sem stendur hér á þessari fyrstu síðu. Belgíska Kongó, leikritið nýja sviði Borgarleikhússins. Persónur: Rósalind, 89 ára.
Sigríður, 28 ára, Rósar, 47 ára, Hilmar, 23 ára. Það má kannski skjóta því að ég að leika hér Rósar sem var leikinn af Ellerti. Ellert Ingimundarsyni, sem vant við látina því að hann að bjarga heiminum með pítsum á sínum frábæra pítsustöð. Eldofnin. Eldofnin, á Bústaðavegi. Bara ef ykkur vantar pítsu eða viljið panta pítsu meðan þið hlustið, þá bara endilega Færðu þú pítsu fyrir að segja þetta? Gera það. Já, við verðum að gera það nú Ég fæ pítsu, ég hlýt að fá pítsu fyrir þetta. En þá ég að leika sko pappa þinn. Já. Sem að bara mjög vel við. Já. Er það bara? Já, mér finnst það alveg tilvalið. Ég hef alltaf líka haft svona föður tilfinningu gagnvart þér. Já. Já. En svo koma við sögu líka 2 rafvirkjar og þeir eru leiknir af sömu leikurum og leika Rósar og Hilmar. Svið, herbyggi Rósalindar á Elliheimili, rúm, náttborð, kommóða, 2 stólar, lítið stofuborð, myndir á veggjum og borðum, meðal annars af börnum og skyldmennum. Fyrir ofan rúmið, sem óvenjulega hátt, hangir fremur ósmekklegt portrett af eiginmanni Rósalindar, Gunnlaugi, sem dó fyrir 20 árum. Fyrir framan rúmið skemill sem Rósalind notar til að komast í og úr rúminu. Það dregið fyrir gluggann, hljóð, engin tónlist, tif í veggklukku. Þess ber að geta að það var Finnbogi Pétursson, hljóðlistamaður, sem að sá hljóðmyndina í þessari uppsetningu. Og þá hefst lesturinn. Rósalind situr á rúminu sínu og fylgist með Sigríði setja bakka með mjólkurglasi og kökusneið á náttborðið. Þú veist að ég vil ekki þessa mjólk, Sigríður mín. Ég kem nú samt með hana til þín, hvort sem þér líkar betur eða verð, madam. En hvað ef ég vildi nú til dæmis ekki ákavíti eða brennivín, myndir þú samt koma með það til mín? Þetta nú bara mjólk, Rósalind. Já, mjólk fyrir börn. Ég vil kaffi. Já, þú fékkst kaffi í morgun. Þú veist að það bara 1 kaffibolli á dag. Fékk ég kaffi í morgun? Þú fékkst fullan bolla af bleksvörtu kaffi, kolsvörtu kaffi. Það var svo svart að það var bara eins og... myrkrið í gröfinni. Það var nú ekki beinlinnis það sem ég ætlaði að segja. Já, þú veist líka vel að ég vil ekki þessa köku. Nú, þá skal ég bara fara með hana aftur, Rósalind. Ég ætla nú ekki að fara að neyða upp á þig einhverjum sætindum. Nei, látt hana eiga sig, Sigríður mín. Eins og þér hentar, fröken. Eins og mér hentar, já. Sigríður byrjar að draga frá gluggatjöldin og birtumagnið eykst töluvert í herberginu. Eins og þér hentar. Æ, Sigríður, við láttu þetta eiga sig. En það svo fallegt veður úti. Viltu ekki fá smá birtu inn til þín? Það verður komið svarta myrkur áður en við vitum af. Það allavega bjart í augnablikinu. Já, það verður ekki lengi. Það aldeilis myrkur í höfðin á þér þessa stundina. Það kaffið sem þú byrlaði mér í morgun. Svart eins og gröfin, eins og þú orðaðir það sjálf. Þú ert í algjöru morðskapi, heyrist mér. Já, það hittur naglan á höfuðið í morðskapi. Já, það vel til fundið orð hjá þér. Ég gæti helst hugsað mér að ganga frá einhverjum í dag. Ef ég á að segja það alveg eins og Sigríður. Helst einhverjum karlmanni. Það ekkert annað. Murka lífið úr heilum karlmanni, segirðu? Já, helst 2. Ég held ég myndi alveg ráða við 2. Þeir eru nú ekki svo besnir, karlmennir hérna. Mér líst vel á þetta, Rósalind. Á ég að ná í eitthvað fyrir þig fram á gangi? Það tekur ég ekki, elskan mín. Þeir eru hálfpartinn dauðir nú þegar. Nema ef til vill hann Nikulás. Já, heyrðu, talandi Nikulás. Það verið að færa hann í 2 manna herbergi í morgun. Var hann ekki í herbergi númer 413? Jú, hann var í herbergi 413. Já, sko, þetta man ég. Hann var í 413. Já, það var verið að færa hann yfir í 407. 2 manna herbergi. Og það gerist nú yfirleitt á hinn veginn.
Oftast fólk flutt úr tveggjamannaherbergi í einstaklingsherbergi. En þarna hafa orðið einhvers konar endaskipti á hlutunum. Í staðinn fyrir að færa Nikulás úr tveggjamannaherbergi í einstaklingsherbergi. Já, ég skil, Sigríður mín, þú ert búin að útskýra þetta fyrir mér. Já, ég verð þá bara reyna að útskýra þetta fyrir sjálfri mér. Ég skil þetta ekki. Þeir vilja hafa einhverja nýjung í þessu núna. Nýjung? Jú, þetta heimili hérna gengur náttúrulega út á nýjungar. Þeir hafa bara vilja gera eitthvað nýtt. Fólk kemst ekki langt að því endurtaka alltaf sama hlutin aftur og aftur. Stutt þögn. Sigríður heldur áfram að færa til hluti á borðinu en svo kemur hún auga á mynd í frekar stórum glerramma á hillu undir borðinu og tekur hann upp. Heyrðirðu hvað ég sagði, Sigríður? Hvað? Fólk kemst ekki langt á því að endurtaka alltaf sama hlutin aftur og aftur. Sigríður virðir fyrir sér myndin í rammanum. Nei. Lyftir rammanum til að Rósalind sjái myndina. Er þetta ný mynd? Já, hún kom með hana, hún Linda daginn. Já, er þetta... Þetta hann, já. Já. Hvað langt síðan að hann dó? Það orðið nokkur ár, 5 eða 6 ár líkast til. Þau áttu bara þetta eina barn, var það ekki? Stutt þögn. Sigríður virðir fyrir sér myndina og Rósalind horfir döpur út í loftið. Viltu setja myndina fyrir mig þarna yfir á kommóðuna? Svo ætlaði ég að biðja þig að hengja hana upp fyrir mig þegar þú mátt vera að. Já, ég skal ná í hamar og nagla á eftir. Hann hét Gunnlaugur, var það ekki? Eins og Gunnlaugur þinn? Hann hét Gunnlaugur, já. Það ekki gaman þegar fólk fer svona fljótt. Ekki þegar það nýkomið, nei. Nýkomið? Jæja, heyrðu, hver svo lukkulegur að fá að vera með Nikulási í herbergi? Ég veit nú ekki hvort ég myndi hrósa happi yfir því að lenda með Nikulási í herbergi. Ekki þú, nei. Nei. Ég veit ekki hvernig ég myndi túlka það ef ég yrði sett í herbergi með Nikulási Herbertsinni. Það bankað á dyrnar. Sigríður gengur í átt til dyrana en stöðvuð af Rósalind sem kallar á hana. Hver þetta? Sigríður ypptir öxlum og býst til að opna dyrnar. Fyrir utan dyrnar stendur gangastúlka sem við sjáum ekki. Nei, ég var búin að koma með til henni. Hver þetta, Sigríður? Fyrir ekki að ég búin að gleyma hvað þú heitir? Sérðu ekki hver þetta Fjóla. Sigríður? Fjóla. Þetta Fjóla og hún að koma með kaffið. Viltu meira í köku? Hver Fjóla? Hún ný hérna. Nei, hún þarf ekki meira. Sigríður lokar dyrunum, gengur í átt að glugganum á vinstri veggnum, ýtir tjöldunum aðeins til hliðar og horfir út. Þögn. Rósalind horfir á Sigríði sem dregur gluggatjöldin aftur fyrir og gengur að borðinu og stólunum. Það hefur enginn komið til þín í vikunni, er það? Ég hef ekki orðið vör við það, nei. En kom ekki Linda að heimsækja þig í síðustu viku? Þau komu með myndina, Linda og, hvað heitir hann nú aftur? En hvernig er það? Hún á bróður og hún Linda, er það ekki? Átti Rósa dóttir þín ekki 2 börn? Hún á bróður, jú. Þannig að þau eru 2 systkinin. Hann kemur ekkert að heimsækja þig? Hann? Ég veit nú ekki hvort hann á lífi. Svo hlýtur að vita það. Ég hef enga staðfestingu fyrir því. Enga staðfestingu fyrir því? Ég trúi ekki á hlutina nema ég sjáu þá. Þú hlýtur að vita hvort maðurinn á lífi? Hlýt ég að vita? Ég ekki gyðingur, Sigríður. Ég trúi bara á það sem augun sjá. Já, en Rósalind. Það getur vel verið að mér sé haldið fyrir trúa bróður Lindu sé lifandi einhverja hluta vegna. Ég get ekki ímyndað mér að hverju ég ætti að vera bættara með að vita það. Ég hef að minnsta kosti ekki séð hann í 7 eða 8 ár. Það bankað á dyrnar og Sigríður stendur upp til að svara. Það engin friður hérna. Sigríður opnar dyrnar. Síminn hringir á náttborði Rósalindar. Hún horfir á hann og Sigríður fer út og lokar á eftir sér. Eftir nokkra hringingar tekur Rósalind upp tólið og hlustar í svolitla stund án þess að segja nokkuð. Já, auðvitað veit ég að það eru 7 ár liðin, Linda mín,
Já, ef þér viljaði endilega, þá ætla ég ekki að koma í veg fyrir það. Og hvers vegna ætti ég ekki að vera góð við þá? Hvað segirðu? Hafsteinn? Og hvað segir Hafsteinn? Honum hefur ekki orðið meint af öllu kaffinu sem hann drakk hérna hjá mér daginn. Jú, auðvitað tek ég á móti þeim, Linda. Ég sit nú bara hérna á rúminu mínu eins og ég hef gert síðastliðinn hálfan áratug. Þetta man ég hvernig þið líta út. Já, þeir eru báðir karlkyns. Ég veit hvernig karlkynnið lítur út. En heldurðu að þeir finni þetta nokkuð? Dyrnar eru opnaðar og leið þagnar Rósalind. Inn kemur Sigríður og eftir henni 2 fúlskeggjaðir menn sem klæddir eru einhvers konar iðnaðarmanna göllum. Annar þeirra með verkfæratösku úr stáli. Rósalind lætur símtólið síga og horfir á mennina. Þeir kinka kolli til hennar en hún horfir á þá án þess að taka undir kveðjuna. Svo lyftir hún símtólinu aftur upp að eyranu og meðan hún talar standa Sigríður og mennirnir við dyrnar og horfa á hana. Linda mín, nú má ég víst ekki vera að því að tala við mig. Það eru komni gestir. Þeir? Nei, það held ég alveg örugglega ekki, nema þeir séu. Þetta er ekki þeir. Já, þó þeir eigi að vera komnir eins og þú segir, þá eru þetta ekki þeir. Já, ég tek á móti þeim, hafðu ekki áhyggjur af þeim. Rósalind leggur niður símtólið á hans að kveðja. Afsakaðu ónæðið, Rósalind, en þú verður að leyfa þeim að kíkja aðeins á rafmagnið hjá þér. Þetta eru rafmagnsmenn. Menninni gangi yfir herbergið og leggjast á hnén við vegginn vinstra megin þar sem innstunga. Rósalind horfir á eftir þeim. Þú lætur þó ekki trufla þig? Þeir mega alveg trufla mig, Sigríður mín. Sigríður fer út. Mennirnir eru önnum kafnir við að skrúfa og fikta í innstunguna á veggnum. Rósalind fylgist með þeim. Allt í einu slokknar ljósið í herberginu og það verður mjög dimmt þó að við sjáum ennþá til á sviðinu. Rósalind bregst við með því að horfa í allar áttir og í stað þess að segja eitthvað hringir hún neyðarbjöllunni. Annar rafvirkjanna kveikir á litlu vasaljósi sem hann beinir að veggnum. Ásakaðu frú, þetta kemur eftir smá stund. 10 til 15 sekúndur líða þangað til Sigríður kemur stormandi inn. Hvað, er ekki allt í lagi? Ljósið kviknar. Hvað gerðist? Rósalind horfir framfyrir sig hugsi á svip. Rafvirkjarnir eru ennþá á störfum. Er ekki allt í lagi, Rósalind? Jú, það var bara eins og það hefði allt í einu komið kvöld eða nótt. Já, það hefði bara einhverju slegið saman hjá þeim, er það ekki? Ég veit ekki hvað gerðist. Þetta er allt í lagi, það sló bara saman hérna 2 vírum. Verður við ekki að bjóða þau upp á kaffi, Sigríður? Nei, þeir hljóta að verða búnir eftir smástund. Já. Rafvirkjarnir taka saman verkfæri sín og standa upp. Jæja, þá er þetta komið. Á meðan þeir labbi við sviðið í átt að dyrunum horfir Rósalind á þá með undrunarsvip. Sigríði finnst mennirnir líka eitthvað sérkennilegir. Þeir fara út án þess að kveðja. Einkennilegir menn. Ég held ég hafi aldrei séð jafn mikið skegg á jafn stuttum tíma. Þeir kölluðu mig frú. Annar þeirra ávarpaði mig sem frú Rósalind. Og hver var að hringja í þig? Fyrirgefðu að ég skildi trufla þig. Þú hefði nú alveg getað haldið áfram að tala í síma. Ég var búin að tala alveg nógu lengi. Þannig að þetta hefur ekki verið Nikulás í símanum. Manneskjan í símanum hét Linda. Þú hefur hitt hana. Heyrðu, hvað varst að segja hérna áðan bróður hennar Lindu? Rósalind virðist ekki vera að hlusta. Þú varst að tala bróður hennar Lindu, var það ekki? Hefur hann í alvörunni ekkert heimsótt þig? Já, ég hef allavega ekki séð hann hérna. Og hvers vegna? Af hverju hefur hann ekki komið í heimsókn? Talar Linda ekkert hann? Já, hún talar hann í hvert einasta sinn sem hún kemur hingað. En þú hefur sérst ekki fengið staðfestingu í að hann sé á lífi? Nei, hana hef ég ekki fengið, nei.
Og þegar hún talar bróður sinn, þá ekkert að heyra á henni eða það er ekkert hægt að lesa á milli línana hvort hann lifandi eða dáinn? Já, ef ég skil hennar rétt að þú vilja að koma í heimsókn til mín, þá geri ég ráð fyrir að hann sé á lífi, nema hún ætli að senda á mig dáinn mann. En Rósalind mín, þú ert að tala afkomendur þína. Já, sumu fólk ekkert skylt að vera skylt, jafnvel þó það sé skylt. Auk þess ekkert á mér að græða lengur, ég löngu búin að selja alla mínar eigur. Ertu nú viss að það sé það eina sem þau hugsa að erfa frá þér peningana? Já, ekki hafa þau neitt annað. Hvað kom eiginlega fyrir, Rósalind? Ég ætla nú ekki að fara að hnýsast í einhver fjölskyldumál, en... Það ekkert að hnýsast, Sigríður mín. Ef það eitthvað sem ég hef lært af þessum árum sem að ég hef lifað, þá það að maður á að vera forvitin. Maður á að spyrja ef maður veit ekki. Ég hefði til dæmis aldrei komist að því hvernig ástandi var hjá henni Bryndísi Rósardóttur í íbúðinni minni á Mánagötunni. Hefði mér ekki dottið í huga að kíkja í heimsókn og það var forvitnin sem að rak mig þangað. Og hver Bryndís? Það dóttir hans Rósars, þessa manns sem við vorum að tala bróður hennar Lindu. Og hvað, bjóð þessi Bryndís í íbúðinni þinni? Já, ég leigði henni þessa litlu íbúð sem ég átti á Mánagötunni. Já, kom náttúrulega bara til vegna þess að hún var dóttir hans Rósars, eða Rósar, eins og maður segir víst. Annars stóð ekki til að ég færi að leigja þessa íbúð. Ég var engin leigusali eða hvað það kallað. Þessi Bryndís, hún sem sagt barn þitt, það ekki? Já, þau eru 2 systkinin, börn Rósar. Jú, ætli þau séu þá ekki barnabörn mín, Bryndís og bróður hennar, Hilmar, sem nú óttalegur ævill greyið. Já, var það allavega aumingja drengurinn þegar ég sá hann síðast fyrir 7 árum og ekki held ég hún sé mikið klárari, hún systir hans Bryndís. Jafn huggulega, hún nú, það vantar ekki og þrátt fyrir að hún sé í einhverju námi í útlöndum. Nú, hvar hún í útlöndum? Hvar? Hún í Belgíu, í einhverju teikninámi. En Linda, hún átti bara þennan eina dreng, var það ekki? Linda átti bara þennan dreng sem þú sást á myndinni. Hún átti hann með manni sem fór frá henni eftir að hann dó. Fór frá henni eftir að drengurinn dó? Allt í einu hljómar sírena fyrir utan, talsvert hátt. Á meðan horfir Sigríður í átt að glugganum en Rósalind í átt að dyrunum fram á gang. Það ekki fyrir en sírenan hljóðnuð að mestu sem þær byrja að tala aftur. Kom þetta utan af ganginum? Manni finnst ofta að hljóðið kom úr hinni áttinni. Það eins og það bergmáli einhvern veginn. Já, það að minnst að kosti verið að sækja einhvern. En þau búa þá saman? Linda og maðurinn sem kom með henni hérna daginn. Hvað heitir hann aftur? Ég veit að hann smíðar skip. Það nægir mér að vita það. Þú verður að reyna að leggja á minni hvað hann heitir. Þetta nú einu sinni tengdasonur þinn. Eða tengdasonur þinn. Já. En hvað með þessa heimsókn til Bryndísar? Var eitthvað ástand í íbúðinni? Ég fannst nú bara rétt að ganga úr skuggum að íbúðin væri eins og hún var þegar hún flutti inn í hana. Hvort henni liði ekki vel í minni eigin íbúð. Ég var ekkert vön að vera að leigja fólki eitt eða neitt. Og hafði eitthvað gerst? Ég skal segja þér, Sigríður mín, að ég búin að binda þannig hnútana að enginn af þeim sem býst við að fá eitthvað að mér látinni fær nokkuð skapaðan hlut. Búin að koma við öllu fyrir áður en blessu börnin komast í það. Það var kannski ekkert ríkidæmi sem ég réði yfir en ágætis eignir samt og einhver upphæð í bankanum og veistu hvert það fór allt saman? Nei. Ég lét það renna í uppbyggjandi málefni. Það það sem það kallað uppbyggjandi málefni. Það sem raunveruleg þörf fyrir peninga. Já, gott hjá þér. Já, finnst þér það ekki? Já. Áður en börnin hafa tækifæri til að fara að rífast það hver á að fá hvað. En það hafa þau alveg nóg.
Það ekkert sem þau vantar umfram það sem þau hafa. Nema auðvitað það sem enginn getur veitt þeim. Vantar líklega ansi mikið að því. En hvað með íbúðina? Hvað hafði gerst þegar þú heimsóttir frænku þína? Já, hvað heldur þú að mæti mér þegar ég kem inn í íbúðina? Ég veit það ekki. Nei, hvað heldur þú að blasi við mér þegar hún búin að hleypa mér inn? Ég veit það ekki, Rosalind. Nakinn maður. Hvað, hef ég sagt þér frá þessu áður? Þú hefur aldrei sagt mér neitt frá þessari Bryndísi áður. Hvernig vissur þú þá að það var nakinn maður? Þú spurði mig bara og ég sagði það fyrsta sem mér datt í hug. Já, og það fyrsta sem þér datt í hug var nakinn maður, já. Það var sem sagt nakinn maður sem tók á móti þér þegar þú ætlaðir að heimsækja litlu frænku þína. Já, hún kom nú til dyra sjálf, hún hafði þó vit á því. En þegar við komum inn í holið, þá ekkert annað en nakinn maður sem blasir við mér í svefnherbergisdyrunum og það var enginn venjulegur maður. Það var ekki Íslendingur, ef þú ímyndaðir það. Nei, það var með öðrum orðum negri sem stóð þarna í dyrunum með þann eineigða dinglandi milli fótanna og hélt greinilega þau skötuhjúin væru ennþá eini í heiminum. Bara stóð þarna og horfði á mig eins og hann hefði aldrei séð hvíta mannesku áður. Nakinn svertingi? Nakinn, bara eins og hann hefði rétt í þessu verið að koma í heiminn. Og hvað með frænku þína? Já, hún hefur eflaust verið hvít framan í skelfingu. Ég tók bara ekki eftir því. Ekki þó nakinn líka? Já, hún var eflaust nakinn undir sloppnum sem hún klæddist. Þau voru saman undir sænginni þegar ég hringdi dyrabjöllinni. Það var enginn vafi á því. Og hvað gerðist? Stóð hann bara þarna á tippinu og horfði á þig? Já, hann lét sig nú náttúrulega hverfa í lokin þegar hann var búinn að gera sig grein fyrir því að ég var bara ekki eitthvað útfrimi sem myndi hverja sjálfur sér. Ég var ekkert að láta hann finna, ég hefði ekki séð nakinn mann áður. En það sem að gerði mér hins vegar raunverulega bilt við var að Bryndís, hún var búin að breyta allir íbúðinni. Og ekki nóg með það, heldur kom upp úr dúrnum að í stað þess að borga með leigu í nokkra mánuði, þá áttu þeir aurar að ganga upp í endurbætur og viðgerðir eða með öðrum orðum það sem að hún Bryndís kallaði endurbætur og viðgerðir. En hvað með svertingjan? Það var nú ekki eins og ég væri að pína hana með ósanngjörnu verði. Bjó svertingin sem sagt hjá henni? Það kom mér ekkert við. Ég var ekkert að fetta fingur út í það þó hún hefði hjá sig kallmann. Hvort sem hann var fluttur hingað inn frá Afríku eða Indlandi, en að ganga út frá því að ég borgaði fyrir endurbætur á íbúð sem var í fullkominni ordnung, nei, það var of mikið fyrir minn smekk. Ég var ekkert að reka á eftir leigunni við hana, jafnvel þótt að hún gerði nú ekki alltaf upp um á réttum tíma, en að ég færi að borga fyrir einhverja sérfurskalegar útlitsbreytingar á minni eigin íbúð. Nei. Þannig að þetta hefur verið hálfgert leiðindamál. Getur vel verið að það hefur þurft að mála einn eða tvo veggi, það ekkert útilokað, en að þekja alla íbúðina með, já, ekki ósvipuðum lit og þessi blökkumaður hennar, það var... Það bankað. Sigríður stendur upp úr stólnum og gengur í átt til dyra. En hvað fannst þá fjölskyldunni að hún væri með svörtum manni? Ætli þau hefði nokkuð vitað það. Sigríður opnar dyrnar og lítur fram. Hver þetta, Sigríður? Já, þakkaði fyrir. Já, ég segi henni það. Hvað gengur á, Sigríður? Sigríður gengur að rúmi Rósalindar, brosandi með kökudisk í höndunum. Hún vildi gefa þér þetta hún Fjóla, þessi nýja sem var hérna áðan. Það gekk einn kaka af þegar hún var búin að fara allan ganginn. Já, það sem sagt verið að henda í mig einhverjum afgangskökum. Þetta var nú alveg örugglega ekki illa meint, Rosalind. En hvað segirðu? Þannig að þú hefur ekkert sagt fjölskyldu Bryndísar frá elskhuganum svarta? Nei, það gerði ég ekki. Það var nú svo sem nógu dökkt útliti fyrir hana, svo ég færi nú ekki að bæta heilum blökkumanni ofan á. Hún var búin að mála stofuveggina svarta og brúna. Það bankað á dyrnar. Þannig að hún hefur farið úr íbúðinu? Nei, hún var bara að finna sér nýja íbúð fyrst hún var ekki ánægð þarna. Og hvað? Þið hafið ekki talað saman í 7 ár, þú og fjölskylda hennar. Ekki segja mér að þið hafið ekki talað saman í 7 ár út af þessu.
Það er bankað aftur. Hvað þetta eiginlega? Sigríður opnar dyrnar. Jú, hún er hér. Sigríður víkur fyrir Rósari og Hilmari sem koma þegjandi inn. Það er engin sérstök reisn yfir þeim. Rósalind horfir á þá. Það er óþægileg þögn í smá stund. Sæl og blessuð, Rósalind. Rósalind heldur áfram að horfa á feðgana. Það er erfitt að segja til hvað hún hugsar. Sigríður stendur nálægt dyrunum og fylgist með. Rósar gengur í átt að Rósalind og reynir að gefa Hilmari merkjum að fylgja sér. Hilmar er eitthvað tregur til en þegar Rósar er komin upp að Rósalind og heilsar henni með handabandi, gengur Hilmar að rúminu og veifar gömlu konunni hálf kjánarlega í stað þess að taka í hönd hennar. Rósalind gefur þeim bendingum að fá sér sæti við borðið. Hilmar hlýðir en Rósar staðnæmist á leiðin í stólinn. Rósalind er ennþá undrandi yfir heimsókninni. Er hún búin að vera lengi biluð, lyftan hérna frammi? Rósalind horfir á Sigríði, stutt þögn. Okkur datt í huga að líta inn. Ég var að tala við hana Lindu. Hún sagðist hafa verið hjá þér daginn. Þetta er Sigríður, vinkona mín, svo sem að opnaði fyrir ykkur. Sæl og blessuð. Sæl. Sæl. Og þetta eru, já, hvað skal segja, hvað heitir, þú heitir? Hilmar. Hilmar. Já, sonur minn, Hilmar. Þú manst eftir honum, er það ekki? Sonur okkar Hallgerðar. Hann var nú orðinn unglingur þegar þú sást hann síðast. Já, bara komin á unglingsaldurinn, já. Hilmar hlær vandræðilega í stað þess að svara. Rósar hefur enn ekki fengið sér sæti, hann hreyfir sig órólega og veit ekki almennilega hvernig hann á að snúa sér. Hann er kannski ekki alveg unglingur lengur. Það eru krakkar á þínum aldri sem vinna hérna á heimilinu. Hvað heldur að hún sé gömul? Hún er stúlka sem kom hérna áðan. Hvað segirðu? Hvað heldur að hún hafi verið gömul, þessi nýja með kökuna? Fjóla? Já. Hún er kannski 18, 19. Hann er nú orðinn rúmlega 20, hann Hilmar hérna. Rúmlega 20, já, þú ert kannski orðinn 25, jafn gamall. Ekki alveg 25 samt. Hvað var hann gamall, hann Gunnlaugur heitinn? Hann er 23. Hvað var hann Gunnlaugur hennar Lindu gamall þegar hann dó? Var hann ekki 25 ára? Ég er nú með mynda af honum hérna. Já, jú, hann var 25 ára. Já, hann var 25 ára, var það ekki? Já, hann var ekki eldri en það. Nei. Stutt þögn. Það líður tíminn. Sestu, Rósar, fáðu þið sæti. Takk. Taktu sonur þinn til fyrirmyndar. Jæja, ég ætla ekki að trufla ykkur. Nei, býttu aðeins, Sigríður mín. Rósar sest. Rósalind gefur Sigríði merkjum að koma nær og Sigríður hlýðir. Jæja. Det er ham. Ha? Det er ham, som jeg har fortalt dig om. Sigríður verður svolítið vandræðileg og kinkar kolli til Rósars. Rósar sem vantarlega hefur heyrt hvíslið í ömmu sinni veit ekki hvað hann á að halda og kreistir upp bros. Sigríður færir sig átt að dyrunum. Við vorum að ræða systur þína, Rósar, hana Lindu. Já, hún var hérna í heimsókn hjá þér daginn, var það ekki? Hún kemur hingað reglulega, eins og Sigríður. Já, þú lætur mig bara vita ef þið vantar eitthvað. Sigríður, komdu hingað aðeins, Sigríður. Sigríður gengur til hennar. Rósalind bendir henni að koma alveg upp að sér og hún hvíslar einhverju í eyra hennar. Feðgarnir horfa vandræðilegir í kringum sig. Á leiðinu út kinkar Sigríður kollið til þeirra. Jæja. Sér hún hvað segir hún heitir, Sigríður? Sér hún að... Nú sér að hreinsa undan mér, já. Ef ég missi eitthvað á gólfið, hvort sem það er nú eitthvað frá náttúrunnar hendi eða blaðið sem ég er að skoða, þá mætir Sigríður og hreinsar það upp fyrir mig.
nema auðvitað þegar einhver önnur á vakt, eins og þú getur ímyndað þér. Jú. Ætli hún heimsæki mig ekki nokkrum sinnum á dag? Já, hún kemur svona oft, já. Nema þegar einhver önnur á vakt. Nei, auðvitað ekki. Já, þá geri ég ráð fyrir að hún heimsæki einhvern annan. Hérna inni. Hérna inni? Hvað áttu við? Já, á hún heimsæki einhvern annan hérna á heimilinu? Nei, Rósar. Hún fer heim til sín þegar hún ekki á vakt. Hún á sitt prívat líf annar staðar. Já, ég gerði nú ráð fyrir því. Ætli hún sé ekki á svipuðum aldri og þú og Hólmar. Ætli hún sé ekki að verða 30, eitthvað svoleiðis. Hilmar. Það var haldið upp á afmælið hérna fyrir nokkrum mánuðum. Það var maður hérna á ganginum. Hann nú döður núna. Hann vildi endilega gera eitthvað fyrir hana Sigríði og þegar hann frétti, ef einhvern veginn komst hann að því að hún ætti afmæli, þá var einfallega boðið til veislu hérna frammi í setustofunni. Það var ekkert annað en það og ekki bara þurrar sandkökur og tekeksni. Það var boðið upp á smálabrauð og ull. Og hvað segirðu, hann dáinn maðurinn? Maðurinn. Sá sem bauð upp á ölið? Dáinn og grafinn. Var hann þá orðinn mjög gamall eða? Já, þeir koma nú ekki mjög ungir hingað inn. Nei, ég ger ráð fyrir því. Hvað segirðu? Þeir eru varla mjög ungir þegar þeir koma hingað. Ég held að það sé nokkuð örugt, er það ekki? Já, hvað heldur þú það, Hilmar? Ha? Ég? Þú ert Rósarsson, er það ekki? Er ég? Þú, já. Já, hann er Rósarsson, jú. Er það með einu eða tveimur þessum? Það er með tveimur. Hann hefur nú alltaf haldið fram hann Margeir bróðir Hallgerðar að það sé með einu essi en ég veit nú ekki alveg hvernig það á að standast. Er það ekki fallega að hafa það með einu? Já, það er það sem að Margeir hefur haldið fram en ég er nú reyndar alveg fastur á því að... Það er allur gangur af því, hvernig fólk skrifar föðurnafn sitt. Jú. Er það Rósarsson? Já, er það ekki hljómfegurra að hafa það með einu? Sonur Rósarinnar, Hilmar, sonur Rósarinnar. Ég get sagt þess að Rósar að þegar þeir koma hingað, þá er ekki mikið eftir að þeim. Þegar þeir koma hingað, áttu við kallmennina? Þeir koma hingað hálfdauðir. Ég held að sé ekki hægt að lýsa því betur en það. Þetta er nákvæmlega öfugt við það sem gerist í sláturhúsunum. Þar eru skepnurnar leitarinn fullfrískar og spriklandi af lífi eins og þeim hafi verið gefið eitthvað örvandi. Hvað heitir það? Hvað kallaði lífið þarna eitthvað svona örvandi fyrir tilfinningar? Jæja, það skiptir ekki máli. Hér er komið með kallmennina hálfdauða inn í þeim tilgangi einum að reyna að halda í þeim lífinu einhverja smástundi viðbót. Og hvað gerist? Það má ekki líta á þeim eitt augnablik og þeir eru dauðir. Sjálfdauðir. Það hefur kostað heimilið hérna kannski 20.000 að transportera þessa herramenn hingað þeirra eigin heimilum og tróða upp í þeim mat og þvo að þeim lufsurnar. Svo má ekki hafa þeim augun eitt stundarfjórðung þá lognast þeir út af kannski miðju spjalli við sjálfa sig. Dauðir, engin leið að lappa upp á þá, gersamlega verðlausir, ekki króna þá, ég ólíta skrokkin af þeim. Þögn. Feðgarnir verða gersamlega orðlausir undir ræðu Rósalindar. Þetta hefur reynt talsvert á hana sjálfa. Það er nánast af henni dregið og fyrst í stað horfir hún í gaupni sér á meðan Rósar og Hilmar horfa ýmist út í loftið á hana og hvorn annan. Eftir smástund lyftir Rósalind höfðinu og horfir á feðgana. Þeirra fyrstu viðbrögð er að líta undan. Það myndast mjög vandræðalegt andrúmsloft eins og eitthvað óþægilegt hafi verið sagt. Eitthvað sem snertir þau öll. Svo brosir Rósar vandræðilega til ömmu sinnar á þess að fá brosa móti. Hilmar horfir niður og skoðar á sér hendurnar eða kroppar á sér neglurnar. Allt í allt er það bil hálfrar mínútu þögn þangað til Rósar talar.
Það svona. Maður ræði víst engu það. Það eldast. Þögn. Það orðið ansi langt síðan. Langt síðan. Það orðið langt síðan við höfum hist. Þetta og þú hefur það fínt hérna, það ekki? Hvað segirðu? Fínt. Þú hefur það fínt hérna, það ekki? Það fínt? Nei, ég á nú við hvort það sé ekki gott að vera hérna. Það gott, segirðu? Já, við vorum að tala það hérna, við Hallgerður að okkur langaði til að bjóða þér í heimsókn einhvern daginn. Þetta alveg ágætt, ég hvart ekki við því. Við vorum að hugsa hvort þið langaði ekki að koma í heimsókn kannski. Það mynda að fólk fari í heimsóknir nú á dögum. Já, okkur datt svona í huga hvort við mættum sækja þig einhvern daginn. Okkur datt það mjög gaman að þú vildi kíkja í heimsókn til okkar hjónanna. Þið hafið ykkar hendi sem með það. Þau komu hingað daginn, þau Linda og hvað heitir hann nú aftur maðurinn hennar? Hafsteinn? Já, þau voru hérna hjá mér vel á annan klukkutíma. Nei, mér datt í hug vegna þess að það orðið svo langt síðan við höfum hist öll saman og ég veit að Hallgerður hefði mjög gaman að því að hitta þig. Hafsteinn? Við vorum að tala hvort það væri ekki kominn tími til að bara gleyma því sem gerðist og vera ekki að hugsa það sem að ég held að það geri ekkert annað en að íþyngja okkur. Hann smíðar skip, það ekki? Hann Hafsteinn? Stutt þögn. Rósar gefst upp gagnvart ömmu sinni og þegir. Það ekki það sem hann gerir? Smíðar hann ekki skip? Jú, hann vinnur hjá stálsmiðju held ég að sé kalla. Það hefur mér alltaf fundist göfugt starf að smíða skip. Að smíða heilt skip, heilan skrokk sem svo margfalt stærri en við litlu manneskjurnar. Já, það meira en að segja það. Hvað segirðu? Það meira en að segja það, að smíða heilt skip. Meira en að segja það? Já, það alveg rétt hjá þér. Það ekki galið að orða það þannig. Meira en að segja það. Já. Rósar ekki laus við að vera ánægður með hrósið. Skip nefnilega eitthvað sem ekkert vinnur á, nema auðvitað sjórinn sem umlykur það, sem fóstrar það, má segja. Jú. En samt, þó það sökkvi, þá heldur það áfram að vera til. Það nú það stórkostlega við skipin. Það það sem gerir þau svo stór og eilíf. Hilmar missir allt í nútu sér hálf kjánarlegan hlátur. Þú hlærið. Ég var bara að hugsa svolítið. Já, ég finnst ég vera fyndinn. Nei. Ég var bara að hugsa svolítið sjálfur. Já, þér má alveg finnast ég fyndinn. Ekkert athugavert við það. En það breytir því ekki að ef eitthvað eilíft, þá það hlutir eins og skip og fékkir það við sem komum til með að lifa eftir dauðann. Stutt þögn. Rósalind eins og í eigin heimi. Rósar finnur ekki til að segja. Hilmar skömmustulegur eftir flissið. Það það dauða sem lifir okkur öll. Hafsteinn heldur áfram að smíða skip, svo deyr hann auðvitað. En skipunum ýtt út á haf og þar halda þau áfram að fljóta eins og fjöður á. Eins og fjöður? Sagði ég það? Eins og fjöður? Heill skrokkur úr stáli sem hefur kannski tekið marga mánuði að búa til og kemur svo alskapaður út úr verksmiðjunars Hafsteins eins og fjöður svífandi út úr hænsna húsi. Þögn. Rósalind ein með hugsunum sínum. Hvernig hún hefur breytt umræðuefni hefur gert Rósar mjög taugaóstyrkan. Það gaman að þessu.
Hilmar byrjar aftur að flissa en hættir snögglega þegar pappans hvessir á hann augun. Stutt þögn. Rósalind enn eins og í eigin heimi en gerir sér svo grein fyrir að það fólk í heimsókn. Hvað segirðu? Gaman að þessu. Þú ert búin að vera hérna í hvað, 5 ár eða? 5 ár, segirðu? Heyrðu, ég stend mig ekki í stykkinu. Þú ert búin að vera hérna í 5 ár, það ekki? Fáið ykkur mjólkursopa, drengir, og köku. Það var komið með þetta utan á ganginum áðan. Það eitthvað sem var afgangs svona. Fáið ykkur endilega, drengir mínir. Hún bendi þeim á mjólkina og kökurnar. Svo bregður henni svolítið þegar Rósar kallar hana ömmu. Þetta allt í lagi, amma. Við erum nýbúnir að borða. Annars komum við hérna með smávegis. Valla eru þið nýbúnir að borða? Ekki klukkan orðið 3? Og mögulega að vera að hafa eitthvað fyrir okkur. Hér borða klukkan 12. Ég þykist vita að þannig sé það hjá ykkur líka. Við komum hérna með smávegis handa þér. Þið verður að fá einhverja hressingu. Þið eru orðið svangir. Rósa stendur upp og færir Rósalind pakka. Þetta handa mér? Bara svona smávegis. Hún tekur við pakkanum og Rósar sest aftur. Annar pakkin í dag og ég á ekki einu sinni afmæli. Gott ef þetta ekki 3. pakkin í dag. Hvað segirðu? Ég bara veit ekki hvað ég á að koma þessu öllu fyrir. Þú verður bara að fá stærra herbergi. Hvað segirðu? Verður ég að fá stærra herbergi? Já, ég segi svona til að hafa pláss fyrir alla gjafirnar. Já, það nú ekki allt fengið með stærra húsnæði. Ég segi nú bara svona. Það fer nú heldur ekkert svo mikið fyrir þessu. Hilmar minn, komdu hérna elskan og náðu í mjólkina. Hún verður bara volg ef hún býður. Hilmar stendur upp. Rósar horfir með óþægilegum svip og eftir syni sínum ná í mjólkina og kökudiskana og setja á borði hjá þeim. Rósalind setur umbúðapappirinn á rúmi hjá sér og horfir á konfektkassan. Takk ykkur fyrir þetta, feðgar. Konfektkassi. Hún opnar skúffuna í náttborðinu, setur konfektkassan ofan í og horfir á hann. Mynd af sólarlagi. Það ekki verið að hafa eitt stykki sólarlag til að grípa til þegar maður fær gesti. Hún lokar skúffunni. Hilmar hefur óvart snert kökuna á öðrum disknum og sleikir af puttanum. Rósalind fylgist með honum. Heyrðu, ég átti að senda þér kveðju frá Hallgerði. Hún bað að heilsa þér, hún bað mig endilega að spyrja hvort þú vildir ekki koma í heimsókn einhvern daginn. Þakka þér fyrir en fáið ykkur endilega af kökunni, vinir. Þetta nú ekki mikið. En mér datt í hug hvort við mættum ekki sækja þig, til dæmis í næstu viku Já, eða... það nú spurningin. Hvort ég verð á lífi í næstu viku. Maður veit víst ekki mikið það svona fyrirfram. Stutt þögn. Rósa reynir að gera upp við sig hvort hann eigi að halda áfram með heimboðið en ákveður að geyma það. Og þú hefur alltaf verið hérna í einsmanns herbergi, það ekki? Já, ég bý hér, jú. Já, ég sá hérna inn í herberginu á móti að það voru 2 rúm. Þannig að þeir eru með 2 manna herbergi hérna líka. Rósalind svarar ekki en horfir íbygginn á Rósar. Rósa veit ekki hvernig hann á að bregðast við, rannsakandi augnaráði ömmu sinnar. Hann horfir vandræðalegur í kringum sig. Hvað orðið langt síðan? Það ekki 10, 11 ár? Síðan? Já, nei, það eru nú ekki nema 7 ár. 7 ár? Það 7 ár, segirðu. Hilmar fær sér mjólkursopa og Rósalind fylgist gaumgæfilega með, líkt og hún voni að hann klári úr glasinu. Og þú fannst nú bara tímið til komin að Linda sagði mér að þú hefur orðað það við hana. Sástu nokkuð hver var þarna í herberginu á móti? Sá ég? Já, nei, ég sá nú bara að það voru 2 rúm. Var enginn inni? Inni í herberginu? Var það karlmaður? Mér sýndist það, já. Á meðan eftirfarandi samtal fer fram, býður Hilmar föður sínum að fá sér úr glasinu. Þegar Rósa rafþakkar, klárar Hilmar mjólkina og þurrkar sér munnin með handarbakinu. Var hann dáinn? Var einhver að deyja hérna? Hvenær komuð þið? Hvenær komum við hingað? Ég held hún að þið eru orðin 3. Já, fyrst þegar nú hingað kominir, þá ætti ég kannski að biðja ykkur að aðstoða mig svo litið. Hún Linda,
var nefnilega að færa mér mynd af honum að Gunnlaugi heitnum. Hún hringir bjöllunni til að ná í Sigríði. Ekki Gunnlaugi mínum, heldur Gunnlaugi hennar og okkur vantar auðvitað hamar og nagla. Ég ætla að biðja hennar Sigríði að útvega okkur svoleiðis. Ég ætlaði nefnilega að biðja ykkur að hengja upp myndina fyrir mig. Það ætti nú ekki að vera mikið mál. Nei, heldurðu það ekki? Þið myndu ráða við það? Það held ég ætti ekki að vera neitt stór mál. Sigríður kemur inn, hún heldur á hamri og litlum poka með nöglum. Heldur að þú komir ekki með hamar og nagla fyrir mig, Sigríður mín? Ég var nú bara á leiðinni með þetta til þín þegar þú hringdir. Hvernig væri ég án þín, Sigríður mín? Mér datt einmitt í huga hún ætlaði að nota ykkur í iðnaðarstörfin. Já, Rósar brosir á móti, ekki laus við stolt yfir að vera beðin að hjálpa til. Sigríður fer til dyra. Þakka þér fyrir, Sigríður. Sigríður veifar henni bless og fer út. Rósa tekur upp hamarinn og skoðar hann íbygginn á svip. Já, myndin, hún þarna á komóðunni, Rósar. Þið neglið hana bara upp fyrir ofan komóðuna. Þú segir bara til hvar þú vilt hafa hana nákvæmlega. Hilmar stendur upp líka og fer með pappa sínum að komóðunni. Já, þú ætlar að hjálpa honum, er það ekki? Rósa leggur hamarinn á komóðuna og velur nagla úr pokanum. Hilmar tekur upp rammann og skoðar myndina. Þessi mynd er það ekki? Jú, Hilmar, það er þessi mynd. Það er frændiðinn heitinn. Hilmar leggur niður rammann og tekur upp hamarinn. Rósalind fylgist með þeim. Ég held að þess ætti að ganga. Hilmar tekur við naglanum, heldur hann upp í vegginn og mundar hamarinn. Hann slær naglan til að tylla honum. Er það ekki bara svona? Jú, er þetta ekki bara fínn staður? Ég treysti ykkur alveg fyrir þessu. Hilmar heldur áfram að negla en allt í einu rekar hann upp sársauka veginn, kippir þeirri hendi sem hélt við naglan að sér og rekur hann í rammann á komóðunni með þeim afleiðingum að hann dettur í gólfið og glerið í honum brotnar. Rósalind horfir á feðgana með undrun, frekar hann að henni bregði. Hilmar kvenkar sér og hlúir að særða fingrinum. Hvað er að mér, drengur? Rósa sest á hnén til að tína upp brotin. Hilmar snýr sér að Rósalind, óskaplega aumur á svip. Rósalind virðist taka þessu með jafnaðargeði. Svona, Rósa, láttu þetta eiga sig. Ég læt hennar Sigríði hreinsa þetta upp. Nei, við þrýfum þetta upp. Það er nú að minnsta sem við getum gert. Láttu þetta vera, Rósar. Þið skerið ykkur bara á þessu. Mér þykir þetta óskaplega leiðilegt, Rósalind. Þú verður að biðjast afsökunar á þessu, drengur. Það verður ekki á allt kosið. Ég fæ nýtt gler í þetta. Fyrirgefðu. Já, nei, við látum laga þetta. Hafðu ekki áhyggjur af þessu, Rósar. Það var eins og það væri laus hamarinn á, það var eins og, sko sjálfur hamarinn var laus á spýtunni. Það var bara klaufaskapur í þetta, drengur. Við verðum að fá nýtt gler í ramman. Svona, drengir, setjist þið, það er nú ekki eins og heimurinn hafi farist. Ég held honum Gunnlaugi blessuðum liggi nú ekki svo á að komast upp á vegginn hjá mér. Þeir setjast aftur í stólana. Rósar horfir vonsvikinn og strangur á son sinn sem fæst í mjólkursopa. En það er nú samt sem áður rétt. Það sem hún Sigríður sagði við mér rétt áður að þau komuð, það er ekki gaman því að fólk fer svona fljótt. Sérstaklega þegar það er nýkomið. Nei. Þið eruð ekkert að fara strax, er það? Erum við að fara héðan? Já, þið eru nú ekki með bara rétt nýkomnir. Nei. Hvernig er mjólkin, vinur? Hún er fín. Hún er ekkert orðin volg. Nei, hún er allt í lagi. Afsaka, ég skildi brjóta myndina. Ég held að við ekkert komið fyrir myndina. Nei, ég meina ramman. Það er ekkert að rammanum, drengur minn. Við látum bara eins og þetta hafi ekki gerst. Hann meinar glerið. Já, ég meina glerið. Þannig að klárið endilega kökuna, drengir. Það verður að vera til einhvers að þeir eru að baka þetta hérna alla daga. Hvað segirðu, var einhver að deyja hérna frammi? Hér frammi? Og hvers vegna það? Nei, af því að þú varst að spyrja á hann. Já, ég er nú lítið að fylgjast með því, skal ég segja þér. Rósalind stendur upp og bandar frá sér þegar Rósar gerir sig líklega til aðstoðana. Hún gengur óstudd að kommóðinu við vegginn og gætir sín á að stíga ekki að glerbrotin á gólfinu. Hún tekur upp myndin af Gunnlaugi.
Það ennþá brotið gler í rammanum. Virðir hana fyrir sér í svolitla stund og hengir hana síðan á naglan. Hún tekur sér góðan tíma til að rétta ramman af og á meðan fylgjast Rósar og Hilmar með. Hilmar setur upp heimskulegan undrunarsvip eins og hann skilji ekki hvað hún að gera, en Rósa bendur honum á að vera eðlilegur í framan. Á því augnabliki opnast dyrnar og Sigríður kemur í dyragættina. Rósalind mín, það víst von á einhverju manni hérna 5:30. Það einhver náungi sem ætlar að mæla ljósið hérna í herbergjónum. Það ekki allt í lagi? Mæla hvaða ljós? Ekki spyrja mig að því. Mér var bara sagt að hann ætti að mæla ljósmagnið í herbergjónum. Hann verður búinn að því þegar maturinn kemur. Gáttu þeir ekki séð þetta þessir hérna með skeggið hérna áðan? Ég kem til þín á eftir, Rósalind. Sigríður, heldur að þú getur ekki hreinsað svolítið upp fyrir mig hérna? Og hvað það? Hvað gerðist? Þeir voru að brjóta fyrir mig glerið í rammanum utanum hann Gunnlaug. Æjæjæjæjæjæ. Það hefur nú verið óvart, það ekki? Já, ég held svo sem ekki þeir hafi ætlað að brjóta það. Ég næ fægiskóflu. Þetta var heldur klaufalegt, hann Hilmar hefur ekki hitt alveg á naglan. Það er engin ástæða til þess að vera að kenna öðrum ófarirnar, Rósar. Sigríður fer út og loka dyrunum. Rósalind meira með sjálfur sér og meðan hún klöngrast upp í rúmið og sest. Hún nú ekki verið en engin, hún Sigríður. Nei, það alveg greinlegt. Rósalind hagræði sér í rúminu. Rósar horfir á fætur hennar sem dingla í lausu lofti. Þú ert ekkert hrædd að detta fram úr á nóttunni? Hvers vegna ætti ég að vera það? Nei, ég segi nú bara svona. Hvers vegna ætti ég að vera hrædd við að detta fram úr á nóttunni? Þetta er óvenjulega hátt rúm, er það ekki? Já, ég hlýt á að hafa minkað eitthvað. Fólk styttist í báða endana þegar það eldist. Þú átt það eftir, Rósar minn, ef þú verður mikið eldri, það er að segja. Jú. Stuttþögn. Segðu mér, Rósar, þú ert í bankanum með þá? Jú, maður hangir þar. Á meðan mann ekki sparkað. Já, þér hefur ekki verið sparkað? Nei, ekki ennþá, nei. Nei, það er ekki allir sem standast þær kröfur sem eru gerðar. Nei, ekki allir, nei. Ekki nærri því allir myndi ég halda. Já, það fer nú eftir því hvernig maður horfir á það. Fer það eftir? Já, nú ætlum ég að segja þér litla sögu, Rósar. Hún er mann sem við hjónin þekktum lítillega til. Mann sem vann í honum Hildibrandi. Þú kannast kannski við hver Hildibrandur var. Innflytjandi á dósamatt og morgunkorn, heitir það ekki? Það getur verið, jú. Það hafi ekki verið á þínum aldri. Ég gæti trúa því. Innflytjandinn? Nei, Rósar. Maðurinn sem vann hjá Hildibrandi. Harðduglegur maður eftir sem ég best vissi. Maður með fjölskyldu og bráðmyndarleg börn. Maður á besta aldri eins og þú, ger ég ráð fyrir. En svo gerist það að einn mánudaginn er maðurinn ekki mættur til vinnu. Hann mætir einfaldlega ekki í vinnuna. Svo er ekki meira með það. Að vikan líður og maðurinn mætir ekki. Hann mætir ekki fyrir eftir 7 daga, það er að segja næsta mánudag. 7 dagar eru ef til vill engin eilífið, en þó langur tími þegar vinnan kallar og kallinu er ekki svarað. Þannig að það var auðvitað ekkert annað að gera en að reka manninn. Ekkert annað að gera en að láta hann taka pokann sinn, bara sendu burt með skömm og skilin eftir í myrkrinu. Svo veit ég ekkert hvað varði þennan mann, en það kemur mér það ekki við. Eflaust dauður, að minnstu kosti hægt hann að mæta í vinnuna. Stuttþögn. Rósalind horfir í átt að glugganum en gjóir augum til Rósas eins og til að athuga hvort hann sýni hver viðbrögð við sögunni af manninum. Það er ekki gaman að þessu. Hvað segirðu? Gaman að? Ég segi svona. Það getur borgað sig að mæta í vinnuna. Þögn. Og þú mætir í vinnuna á hverju morgni?
Ég? Já, þú. Jú, ætli það ekki. Já, svona flesta mótna allavega. Í bankan, það ekki? Í bankan. Stuttþögn. Það verða víst einhverju að sjá það, að vinna í bankanum. Jú. Og þú, Hilmar, hvað ert þú að bauka? Ha? Ég? Þú, já. Já, ég er að vinna hérna í plastversmiði. Það er hérna, niðri við sjóinn, hann er rétt hjá, hvað heitir það þér? Já, hvað heitir það? Það er spurningin. Já, svo er ég að spila á gítar líka eitthvað. Á gítar, já. Heyrðu, það er nú ekki það vitlausasta sem ég hef heyrt. Verður ekki að leyfa okkur að heyra eitthvað? Nei, það er nú bara aðalega svona fyrir mig, sko, sjálfa mig. Þú ert nú eitthvað að gulla með einhverjum strákum, er það ekki? Já, þú er að spila eitthvað fyrir okkur. Heyrðu, ég læt hann að Sigríði út við okkur gítar. Ég veit ekki betur að þessi gítar hérna frammi. Hún getur komið með hann leið og nær í fægiskófluna. Nei, ég er aðalega, þú veist, ég er bara eiginlega að byrja í þessu, sko. Já, það er þess meiri ástæðu til að æfa sig. Ég held þú sé nú óþarfi að vera að ná í gítar hérna núna. Hann er nú aðalega að æfa sig bara með strákunum í hljómsveitinni. Nú, þú ert í hljómsveit, já. Hringir bjöllunni við rúmið. Það verður nú að telja svolítill áfangi að komast í hljómsveit. Já, þetta er meira bara svona... Engin ástæðu til að vera feiminn, maður kemst nú ekki langt á feimninni einni saman. Hringir aftur bjöllunni. Og systir þín, hvað fæst hún við? Já, hún er nú búin að vera úti svolítið lengi. Bryndís er í námi erlendis. Í námi erlendis, já. Hún er í Belgíu. Belgíu, já. Og þarf hún þá ekki að kunna frönsku? Jú. Og kann hún frönsku? Já, það ætla ég að vona. Já, þú er að ganga úr skuggum það. Hún lærir ekki mikið ef hún kann ekki málið. Já, hún er nú búin að vera þarna í 1,5 ár. Er það ekki orðið 1,5 ár, Hilmar? Já, eitthvað svoleiðis held ég. Ég held hún hljóti nú að vera orðin slarkfær í frönskunni. Já, það getur tekið sinn tíma. En ég geri ráð fyrir að hún sé með eitthvað húsnæði þarna í Belgíu. Jú. Hún leigir með annarri stúlku þarna. Það er í miðbæ Brussel, ekki langt frá, hvað heitir stofnunin aftur? Já, hún leigir, já. Já, það er eitthvað mjög erfitt að fá húsnæði á vegum skólans, þannig að þær verða bara að leigja íbúð í bænum. Já, og hvað er hún að læra? Hún er í innanhúsarkitektúr. Hún byrjaði reyndar í arkitektúr. Já, það er það sem það er kallað. Henni er þá væntanlega kennt hvernig breyta má gömlum íbúðum í nýjar, er það ekki? Ég gerir ráð fyrir því. Breyta þeim á þann hátt að það er ekki nokkur möguleiki á að þekkja þeir aftur. Ég veit það nú ekki alveg. Já, eitthvað lítur hún að læra á þessu. Ef hún lærir málið, það er að segja, ef hún lærir frönskuna, það er nú ekki á allra færi að læra hana. Rósalind mín, ég vil bara að þú vitir að henni þótti alltaf mjög miður hvernig fór þarna árið. Já. Og henni hefur bara alltaf liðið mjög illa út af þessu henni Bryndísi. Hún vildi bara að þú vissir að, ég meina, ekki að henni hafi liðið eitthvað mjög illa. Ég á við að hún er ekki að vorkenna sjálfri sér, þvert á móti, en hún vildi bara að þú vissir að henni þótti mjög leiðilegt hvernig þetta fór með íbúðina. Já, það verður ekki á allt kosið. Ég held sjálfur að þetta hafi bara allt verið einn stór misskilningur frá upphæði. Það er stundum ekki gott að skilja hvert annað, það er alveg rétt hjá þér. Já, ég held að við höfum öll gert svolítið mistök. Ég held að sé bara fyrir löngu komið tími til að laga það. Rósalind horfir rannsakandi á feðgana. Já, hún bara reyndar kærlega að heilsa þér þegar hún vissi að ég ætlaði að heimsækja þig. Já, hún hlýtur að spjara sig. Og hvað segir þú, drengurinn minn, Hilmar? Þú hefur ekkert ætlað þér að fara til Belgíu? Ég? Hann hefur ekki farið með henni út, sá svarti. Sá svarti? Já, hann hefur ekki farið með henni til, sagður ekki að hún hefði farið til Belgíu? Hvað meinar þú? Jú, sagður ekki að hún hefði farið til Belgíu? Hvað meinar þú sá svarti? Hún hefur ekki boðið kærastunum með sér út, nei. Já, hvað varst að segja að hún byggja með annarri stúlku? Kærastan?
Kærastanum, já. Bryndís á ekki neitt kærasta. Hvað ertu að tala? Hvað? Er ég að tala? Ég er nú ekki vön að tala karlmenn í hvorukinni. Ég er nú bara að tala þennan svarta á Mánagötunni. Þú ert vissum að Bryndís sé ekki í belgísku Kongó? Nei, nú held ég að sért eitthvað að miskilja, Rósalind, belgísku Kongó. Hvað belgíska Kongó? Já, það stundum ekki gott að skilja hvað næsta manneskja að fara, en þú ert vissum að dóttir þín sé ekki í belgísku Kongó? Ég býst nú við að hún hefði sagt okkur frá því. Já, ef það væri nú svo að fólk segði frá öllu sem á daga þess drífur. Mér sýnist nú að Bryndís hafi haldið einhverjum upplýsingum fyrir sig svona prívat og persónulega. Stutt þögn. Rósar horfir vonsvikinn á ömmu sína en Hilmar meira en undrandi. Við Gunnlaugur, við fórum nú einu sinni til Afríku. Þú manst eftir því, Rósar. Það var nú reyndar ekkert í belgísku Kongó, en það var nú samt Afríka. Það fór ekkert á milli mála, það var Afríka. Hvað er þetta með einhvern svartan mann á Mánagötunni? Hvað áttu við? Þegar hún bjóð þar? Þegar hún bjóð þar, já, í þeirri ágætu íbúð. Rósalind mín, ég held að við gætum lagt þetta til hliðar. Þetta er bara svo langt síðan. Langt síðan, já. Er ekki nær að hugsa daginn í dag og gleyma því sem gerðist í fortíðinni? Ég held að bara hljóta að vera farsælla. Við erum öll búin að líða fyrir þetta leiðindamál, er það ekki? Við getum það. En ég gleymi því aldrei hvernig dimmdi þarna í Afríkunni, hvernig kvöldið skall á. Það var nánast eins og slökkt væri á dagsbirtunni, bara einfaldlega svona. Reyni fyrst að smella fingrum en þegar það tekst ekki smellur hún í góm. Nánast bara öfugt við verði ljós. Það var eins og Afríkumennirnir segðu bara verði myrkur. Það var bara myrkur eins og rafmagnið hefði verið tekið af. Ekki ósvipað og þegar rafmagnsmennirnir komu hingað fyrr í dag, sögðust vera að laga rafmagnið en tókst nú ekki betur upp en svo að ljósið í loftinu sloknaði. Ég satt hérna ein í myrkrinu í þó nokkra stund, ein í myrkrinu með 2 karlmönnum, svo skeggjuðum ég hafði ekki hugmyndum hvaða tegund þetta af mönnum þetta var. Hvað varst að segja um einhvern svartan mann á Mánagötunni? Er ég að rugla við Spánarferðina? Hvaða svarti maður var þetta á Mánagötunni? Það var í Spánarferðinni sem við fórum niður til Afríku. Það er hugsanlegt að það hafi verið á Spáni sem að dimmdi svona snögglega. Stutt þögn. Rósar horfir vondauður á ömmu sína. Nei, Gunnlaugur hefði munað það. Lítur aftur fyrir sig á portrettið fyrir ofan rúmið. En það er orðið úr seint að spyrja hann. Blessaðan. Hvað ætlaði að segja, Rósalind? Hvað var þetta með svartan mann á Mánagötunni? Allt í einu heyrist óp fram á ganginum og það er greinilegt að það er eitthvert uppnám. Rósar og Hilmar bregður en Rósalind, sem er hinn rólegasta, horfir á feðgana á meðan hún hringir bjöllunni til þess að reyna að ná í Sigríði. Lætin halda áfram og feðgonum stendur greinilega ekki á sama. Sigríður kemur inn dyrnar. Hvaða læti eru þetta, Sigríður? Hann var að deyja, hann herbergisfélagi hans Nikolásar. Rósar verður nánast skelfingu lostin, þó hann reyni að láta ekki á því bera. Það er greinilegt að dauðinn vekur honum óhug. Hilmar verður aftur á móti í framan eins og hann hefur séð eitthvað ógeðslegt. Þangað til að Sigríður talar að hún ætli fram, spásar hún herbergið eins og henni þykir gott að koma hingað inn og fá sér smá frí frá störfunum frammi. En hvers vegna þessi læti? Hafði hann hengt sig eða hvað? Hún kom að honum þessi nýja stelpan, hún Fjóla. En hvað? Hafði Nikulás treppið hann? Hvers vegna þessi læti? Henni brá bara eitthvað, hún er líklega óvön því að sjá lík. Það tók hann ekki langan tíma. Voru þeir ekki búnir að vera saman í herberginu í hálfan dag? Það var nú varla það. Hann flutti nú bara inn til hans rétt fyrir hádegið. Já, þetta hefur verið eitthvað viðkvæmur maður. Nikulás hefur kannski hvesst á hann augun. Rósalind. Finnur þið einhverju lykt hérna, Sigríður? Nei, Rósalind. Ég finn enga lykt hérna. Skilaðu kveðju til að Nikulásar fyrir mig.
Ég geri það. Ertu vissum að þú finnir ekki enga skrýtna lykt hérna? Það engin skrítin lykt hérna, þú ert bara að ímynda þér eitthvað. Sigríður opnar dyrnar. Sigríður, heyrðu, heldur að þú komir ekki með gítar handa okkur? Var ekki gítar fram í setustofunni og fægiskóflunni? Þú glemdir að koma með fægiskófluna. Gítar? Heldur að þú komir ekki með hann, Sigríður mín. Hann ætlar að spila fyrir okkur, hann frændi minn hérna. Já, þú veist að það leikstjórinn gamli sem á gítarinn. Hvað heldur að hann hafi leikstýrt þessi maður? Gengur útskeifur með pissibletti í buxunum. Þó að þeir mótmæli ekki greinilegt að feðgunum að þeir eru lítið hrifnir af hugmyndin gítarinn. Ég skal sjá hvað ég get gert. Ég held að sé best að við förum að tíu okkur, Rósalind. Hvað fara? Þau voru að koma. Ja, hann verður að komast á æfingu, hann Hilmar. Þau voru hérna hjá mér, hátt í 2 tíma daginn. Þau Linda og Hafsteinn. Ekki var Hafsteinn að hlaupa á einhverja æfingu. Hann satt bara rólegur og drakk hjá mig kaffi. Af hverju klárið ekki mjólkina og ég bið hana Sigríði að koma með meiri mjólk handa ykkur? Já, ég vil ekki vera að trufla ef það hefur einhver dáið þarna frammi. Hvernig ert þú að trufla, Rósar mín, ef einhver er dáinn hérna frammi, þá er hann nú varla í ástandi til þess að láta hann trufla sig, er það? Af hverju farið ekki fram og kíkið á þetta? Hvað meinur þú? Af hverju farið ekki fram? Þið hafið örugglega gaman af því. Þið hafið örugglega aldrei séð dána mannesku áður. Ég held að við ættum bara að fara, Rósalind. Svona farið nú fram. Svo fáið ykkur kökuna þegar þið komið aftur. Þið eru ekki farnir að snerta á þessu. Ég læt Sigríði koma með meiri mjólk. Rósar og Hilmar sitja áfram mjög vandræðalegir. Svona, drífið ykkur drengir, þið bara missið af þessu. Þarf þú ekki að fara að mæta á æfinguna? Það er núna einhvern tímann á eftir. Svona, látið ekki svona drengir, þið verðið að segja mér hvað er að gerast. Ég treysti mér ekki sjálfri til að fara fram í augnablikinu. Þeir standa upp. Svona, þið verðið að vera meira kvikk en þetta. Rósar horfir skilningsvana á ömmu sína. Rósalind bendir þeim með handarhreyfingum að drífa sig. Á meðan þeir fara út reynir Rósalind að ná í Sigríði með bjöllunni og það líði ekki nema nokkra sekúndur eftir að þeir hverfa fram á gang að Sigríður kemur inn. Þetta er nú meira vesenið alltaf. Það er eins gott að þau sem eru að horfa okkur hérna inni veit ekki hvað við erum að hugsa. Sem eru að horfa á okkur? Hérna inni? Þær veit ekkert hvað við erum að hugsa. Áttu við? Ég á við það. Já, það er fylgst með okkur, Sigríður mín. Þú verður að muna, það er alltaf fylgst með okkur. Ég ætla bara rétt að vona að það fólk sem er að fylgjast með okkur viti ekki hvað er að gerast í höfðun á mér. Það kæmi nú stundum ekkert sérstaklega vel út fyrir mig. Rósalind brosir. Hilmar kemur aftur inn, eitt síns liðs. Hann ræskir sig og Rósalind og Sigríður fylgjast með honum setjast í stólinn. Þú ert ekki að hugsa neitt ljótt núna, er það? Ég? Hvað meinar þau? Þú ert ekki að hugsa neitt núna sem þú vilt ekki að aðrir viti hvað er. Nei, það held ég ekki. Það heldur þið ekki. Svona nú, Rósalind. Hver heldur að skilji hvað þú ert að tala um? Þú ert bara komin aftur. Já. Sigríður veifar til Rósalindar til að láta hana vita að hún fari fram. Rósalind brosir til hennar, Sigríður fer út. Sáu þið ekkert frammi? Það var hérna, ég held að það hafi verið búið að loka herberginu. Já. Og hvar er pappið þinn? Hann hérna hitti einhvern mann sem hann þekkti hérna frammi. Hvað segirðu, hitti pappið þinn einhvern vin sinn? Það var hann þekkti einhvern annan frammi. Já, ekki þó er látna, er það? Nei, það var bara einhver maður, ég veit ekki hver það var. Gammal menni? Nei, þetta var einhver yngri. Yngri en pappið þinn? Já, ég held það. Örugglega einhver sem er í heimsókn eða eitthvað. Hann er aldeilis farin að kunna vel við sig hérna. Hann er faðir þinn. Búin að hitta vin sem og neitar bara komin aftur, það er svo gaman þarna frammi. Hvað segirðu, kallið minn, þið hef ekki séð líkið? Nei, það stóð eitthvað fólk held ég við dyrnar eða... Já, þið fáið bara annað tækifæri þegar þið komið næst. Já,
Já, þið fáið einhvern tímann að sjá lík. Hafið ekki áhyggjur af því? Hvað maður var þetta eiginlega hjá Bryndísi sem þú varst að tala um? Hvaða maður? Það nú svo margt sem að maður talar um, Hilmar minn, þú átt ekkert að vera að hlusta á þetta allt saman. Var þetta þá ekki neitt sem þú varst að tala um? Einhver var það, jú, ég er nú ekki vona að skálda upp fólk þegar ég tala, það er fyrst nóg af fólkinu fyrir. Hver var þetta þá? Já, hver var þetta? Já, það er vonu spyrjir. En ég fæ þá kannski að spyrja þig á móti. Ég veit að faðir þinn er ekki sérlega bókelskur maður, en hvernig er með þig, Hilmar, lestu svolítið? Hilmar svarar ekki og ég svo alltaf stund horfa stau í augu. Ég spyr nú bara Hilmar minn vegna þess að það sem er skrifað í bækurnar er það eina sem að við getum reitt okkur á að sé satt og rétt, það eina sem ekki breytist. Því að það sem stendur í bókunum, það heldur áfram að standa þar á meðan það sem gerist fyrir utan, það er alltaf að breytast dag frá degi, en þú les nú kannski ekki svo mikið, er það? Hilmar hristir höfuðið. Einhvern tímann hlýtur nú samt að hafa kíkt í bók, einhvern tímann hlýtur að hafa lesið mannesku sem er komið á þann aldur að það breytir engu til eða frá hvað hún segir við hinn eða þennan, mannesku sem þarf ekki að hafa áhyggjur af því hvaða væntingar fólk hefur til hennar. Hún er á leiðinni út og það fólk sem er eftir inni, það verður bara að sjá sig sjálft. Er þetta ekki rétt hjá mér? Ég veit það ekki. Jú, heldur að þetta, ég hafi nú ekki eitthvað til míns máls, Hilmar minn. Ég veit það ekki. Já, maður kemst nú ekki langt að því að endurtaka alltaf sama hlutin aftur og aftur. En þetta með svertingja, var í alvörun einhver sverting inni hjá Bryndísi? Dyrnar opnast og Sigríður kemur inn með mjólkurglas. Sigríður. Rósalind. Sigríður setur mjólkurglasið á borðið hjá Hilmari. Þú hefur ekki séð að Rósar þarna frammi? Heyrðu, jú, ég sá að hann var að spjalla við einhvern mann þarna við búrið hjá okkur. Heyrðu, ætlaðu ekki að ná í gítarinn fyrir okkur? Nei, það er algjör óþarfi. Ég skal athuga það, ég hef bara ekki komist í það ennþá. Ég held reyndar að leikstjórinn hafi verið inn í setustofu áðan. Heyrðu, Sigríður, þeir feðgar þeir ætluðu aðeins að kíkja á líki þarna frammi. Er þetta ekki á 407 sem þeir eru, þeir Nikulás og vinnir hans? Jú. Hvað segir, ætluðu þér? Nei, þetta er allt í lagi, Sigríður mín, fyrst hann hitt einhvern frammi, hann Rósar, þá er þetta allt í lagi, en þetta með gítarinn, gerðu það nú fyrir mig. Það liggur minna á fægiskóflunni, það má bíða betri tíma. Ég held að við séum eiginlega alveg að fara. Nei, þið farið ekkert fyrir eitthvað tími kemur. Pappiðin er líka frammi, hann verður nú að hafa tíma til að tala við vin sinn. Sigríður horfir undrandi á Rósalind og fer út. En það er kannski best að leyfa hinum dauðu að eiga sig, heldur það ekki, vinur? Maður hefur nú svo sem ekki mikið erindi við þá. Hvað segirðu? Ha? Maður fær náttúrulega ekki mikið upp úr þeim, þó maður reyni að tala við þá. Hverju? Herðu, pappið þinn, hann bara virðist verið hróka samræðum þarna frammi. Já. Þögn. Jæja, drengurinn minn. Þögn. Allt í einu dyrunum hrundið upp og Rósar kemur nánast stormandi inn, greinilega mjög ánægður með að hafa hitt manninn frammi. Jæja. Hann er með montið glott framan í sér og sest þegjandi í stólinn. Það lítur út fyrir að hann sé búinn að gleyma því sem Rósalind sagði Bryndísi, að minnsta kosti í bili. Rósalind fylgist með honum, hálf ströng á svip og ætlar að bíða eftir að hann gefi einhverjar útskýringar. Ég held að það komin ró á mannskapinn þarna frammi. Ég var að segja honum sinni þínum að það væri ef til vill viturlegast að veri ekkert að trufla hinn látna. Já, nei, það er kannski best. Hvað segirðu, ekki vera truflan? Já, fyrst að ég fundið hann ekki. Já, nei, það er líklega rétt. En þú hefur fundið einhvern annan þarna frammi? Jú, ég hitti þarna kunningi minn. Einhvern úr bankanum? Bankanum? Já, nei, þetta var gamall skólafélagi minn, hann var að heimsækja föður sinn, mikill stórlags. Við vorum að tala um það.
við Hilmar á meðan þú varst frammi að þið fáið ábyggilega annað tækifæri til að sjá dána manneskju þegar þið komið næst. Það er eins og Rósar gerir sér alltaf grein fyrir að amma sín sé ef þau vill að gantast með þá. Hann hættir að hugsa spjallið við gamla skólafélagann og samtalið Bryndísi rifjast allt í einu upp fyrir honum. Það var nú ekki erindið með heimsókn okkar hingað, Rósalind. Í sannleika sagt þá komum við hingað til að hitta þig. Já, nú eru þið komnir. Ég var rétt í þessu að segja við hann Hilmar soninn þinn. Hvað var þetta annars með Bryndísi sem þú varst að segja á hann? Eigum við nú ekki bara að gleyma þessu, Rósa minn, er ekki nóg komið af einhverju sonum? Þú varst að tala um einhvern svartan mann. Já, ég var nú bara að forvitnast hvort hann hafði farið með henni út. Var það ekki til Belgíu, sagðirðu það ekki? Hvaða svarti maður er þetta sem þú ert að tala um? Já, ég hef nú kannski misskilið eitthvað en ég sá ekki betur en að Bryndís hefði þarna hjá sér blökkumann þarna á Mánagötunni. Bryndís hefur aldrei þekkt neitt blökkumann. Nei, ég er nú ekkert að segja að hún hefði þekkt hann, en það var nú samt nokkuð ljóst að hann var þarna hjá henni. Já, ég er að segja þér það, Rósalind, að Bryndís hefur aldrei verið í tíum við einhvern blökkumann. Það þarf nú ekki að vera alvont að þekkja blökkumann. Ég kynntist þeim nú nokkurum þarna suður frá því að við Gunnlaugur fórum í ferðina. Ég er að segja þér þetta, Rósalind. Þau hafa ekki eignast barn saman, er það? Nei, Linda hefði sagt mér það. Stuttögn. Rósar horfir sára Rósalind og ætlar ekki að láta bjóða sér þetta lengur. Hann verður að segjast eins og er, amma mín, að ég bjóst ekki við að við fengjum eitthvað svona framan í okkur. Það er kannski rétt að þú vitir það að það var ekki okkar hugmynd að koma hingað í heimsókn. Ég gat bara ekki betur heyrt á Lindu en að þú vildir að við hittumst og fengjum þetta gamla mál, þetta fáránlega mál út úr heiminum. Þessi tilgangslausu leiðindi út af einhverjum málningum, einhverjum lagfæringum sem hefði ekki verið neitt mál að settla með einhverjum einföldum hætti. Nei, það kom ekki til greina á sínum tíma. Og í staðinn höfum við þagað í heil 7 ár og svo fáum við þetta framan í okkur. Og loksins þegar við reiðum fram sáttahönd að Bryndís í 10 vikum við einhvern svertingja. Það var nú ekki bara einhver svertingi. Ég sá hann með berum augum, þetta var, já, hvað segir maður? Allnokkuð svartur maður. Mér er nákvæmlega sama hvernig fólk er á litin. Mér finnst bara ástæðulaust að vera að búa til eitthvað bara til að koma óorð á fólk. Og það er ekki bara eitthvað fólk, heldur nánasta skyld fólk. Og svo þú ert að bæta betur með því að halda fram að dóttir mín sé í 10 við sverting. Það er nú ekki það sem þú skalt búast við af mér, Rósar minn, að ég fari að skálda eitthvað upp. Ég gat nú vart verið í betri aðstöðu til að sjá að maðurinn var svartur. Hann var ekki í neinum fötum þegar ég hittar hjá henni dóttuðinni. Rósar veit ekki hvað hann á að segja. Hann veit ekki hvort hann á að trúa ömmu sinni. Ég vil bara að þú vitir það að henni Bryndísi hefur liðið mjög illa út af þessu. Hún var alltaf reiðubúin til þess að sættast og gera út þetta mál og mér þykir mjög leiðinlegt ef þú ætlar að fara að sverta nafn hennar meira en þú hefur þegar gert. Í síðustu orðum Rósars kemur Sigríður inn í herbergið og henni bregður svolítið að heyra tóninn í rödd hans. Hún heldur á gítar. Samkvæmt bendingu Rósalindar lætur hún Hilmar fá hljóðfærið. Feðgarnir eru óskaplega rislitlir að sjá. Þakka þér fyrir þetta, Sigríður mín. Heyrðu, ég skilaði kveðjunni til hans Nikolásar. Já. Hann spurði hvort þú mættir ekki koma í heimsókn til sín. Nú ert að kappa mig, Sigríður. Nei. Hann spurði hvort hann mætti ekki bjóða þér yfir til sín. Nú er hann auðvitað einn á herbergi. Að minnsta kosti í bili. Af hverju ert að gantast þetta með svona gamalmenni eins og mig, Sigríður? Þú veist að þið ljóta skrökva. Ég er að segja þér satt, Rósalind. Heldurðu að ég færi að ljúga þér? Finnst ykkur líklegt að ég færi að ljúga henni ykkar? Rósar og Hilmar brosa mjög vandræðarlega á hans að svara. Heyrðu, Sigríður, Já. Heldur að þú færir þeim ekki meiri mjólk? Þeir voru að segja mig frá dótturinni á heimilinu. Hún á líklega von á sér. Nú? Já, eins og sagt er. Til hamingju með það. Á ég ekki að koma með kaffi fyrir ykkur frekar? Þetta er allt í lagi, við erum að fara. Nei, þeir eru búin að vera að þamba hérna hjá mér mjólk.
enda það við hæfi, þið vitið að Rósalind beljunafn. Hún stoppar ekki. Það má eiginlega segja að þið heimsótt mig hingað í fjósið. Það kannski þess vegna sem þessi skrýtna lykt hérna. Svona hættu þessu, Rósalind. Heyrðu, ég fer þá. Já, þakka þið fyrir þetta, Sigríður mín. Já, verðið blessaðir, gaman að hitta ykkur. Feðgarnir kinka daufir kolli til Sigríðar. Hún fer út. Rósar gerir sig líklegan til að rísa upp úr stólnum en Rósalind stoppar hann af með því að standa á fætur. Hún stígur á skemilinn. Jæja, drengir, heyrðu. Áður en þú spilar fyrir okkur, Hilmar minn, þá ætla ég að bregða mér hérna aðeins snöggvast á salernið. Ég þarf að framkvæma hérna örlitla kvenlega operasjón, verð enga stund. Hún staulast í átt að salernistyrunum en staðna mist á leiðinni. Ég fáið ykkur endilega konfekt á með ég bregð mér frá, drengir mínir. Ég held að ég eigi örugglega kassa þarna í náttborðsskúffunni. Svo kemur hún Sigríður með meiri mjólk handa ykkur. Hún góð fyrir beinin. Feðgarnir sitja áfram. Hilmar heldur á gítarnum á hans að snerta strengina. Rósar horfir tómlega fram fyrir sig. Hann gjörsamlega örmagna. Þeir snúa báðir baki í salernistyrnar og dyrnar að herberginu. Í stað þess að fara inn á salernið lætur Rósalind líta út fyrir það með því að opna og loka dyrunum. Svo opnar hún útidyrnar eins hljóðlega og henni unnt. Hún smeygir sér út þær og áður en hún hallar þeim aftur slekkur hún ljósið í herberginu með rofanu við dyrnar. Gluggatjöldin eru dregin fyrir þannig að það dimmir svo til alveg. Rósa stendur upp í hálfmyrkrinu, gengur varlega út í dyrunum og kveikir ljósið, svo sest hann aftur. Eftir smástund opnast dyrnar hljóðlega, Rósalind teygir sig inn og slekkur ljósið aftur. Feðgarnir gera sér ekki grein fyrir að Rósalind að stríða þeim. Þeir standi þeirri trú að hún sé inn á salerninu. Nú stendur Hilmar upp. Hann leggur frá sér gítarinn og kveikir ljósið. Svo gengur hann aftur á stólnum, tekur upp gítarinn og sest. Þegar ljósið slökkt í þriðja sinn, eins og Rósar og Hilmar hafi gefist upp. Þeir sitja hreyfingarlausir og hljóðir í hálfmyrkrinu. Smátt og smátt dimmir alveg. Þeir hverfa í kolniða myrkur. Endir. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir. Takk.